í þinni nærveru, þinn helgi andi lífi í mér. Ég fella fótum þér, ég fella fótum þér, þitt helga orð talar til mín, og ég vil dvelja hjá þér, og í þinni nærveru, í þinni nærveru, þitt helga orð talar til mín, í þinna fótum þér, ég fella fótum þér, þitt helga orð talar til mín, og ég vil dvelja hjá þér, og ég ekkert án þín, og ég vil dvelja hjá ekkert án þín, ekkert án þín, ég ekkert án þín. Ég þarfnast þín meir en í gær, ég þarfnast þín meir en orðfang lýst, ég þarfnast þín, því mest af öllu þín ást til mín, þín ást til mín. Ég þarfnast þín meir en í gær, ég þarfnast þín meir en orðfang lýst, ég þarfnast þín, því mest af öllu þín ást til mín, þín ást til mín.
þín ég lifa fær. Konungur hjarta mitt, Drottinn þú ert mitt líf. Jesus er mér allt, ég Drottinn að eilífu. Ég ganga minn þér við hlið. Ég vil aldrei snúa aftur til míns gamla lífs. Ég þarfnast þín. Hér í návistinni mín bústaður. Brostið hjarta mitt nú hefur áttað þig. Ég verð aldrei aftur ein. Ég þarfnast þín. Ég þarfnast þín. Meir en orð fá lýst, ég þarfnast þín. Því mest af öllu þín ást til mín. Þín ást til mín. Ég þarfnast þín. Ég þarfnast þín. Ég þarfnast þín. Ég vil aldrei snúa aftur til míns gamla lífs. Ég þarfnast þín. Amen. Halleluja. Amen. Höldum áfram að syngja. Þetta er yndislegu sálmur. Jesú nafnum aldir alda. Jesú nafnum aldir alda. Öfuna veitir Drottinn sjálf. Því tímans törn ei vinnu, þetta ljós á vorri jörð. Jesú nafn með undranafni, allar sálir dregið fær. Innan Drottins ástar hjarta, að sæluna himnina. Jesú nafn, hið helsta. Jesú nafn hugur mín. Í hans nafni fann ég frelsi, friðinn sem aldrei dvín. Jesú nafn skal hæra, ljómar yfir vorri jörð. Jesú nafn og ekkert annað er líkt Drottins litlu hjörð. Himnum
fann ég frelsi, friðinn sem aldrei hvíl. Nafn þitt Jesú, ég vil elska, Jesú nafn huggun mín. Í hans nafni fann ég frelsi, friðinn sem aldrei hvíl. Jesú nafni ljúfur ljóma, líkt og morgunstjarna skær. Yfir veginn riggur gjarna, vonar björtum geistum stað. Hún sólin aldrei framar, byrjar vora Jesú nafni aldir anda, allsæl finna drottins sjón. Nafn þitt Jesú, ég vil elska, Jesú nafn huggun mín. Í hans nafni fann ég frelsi, friðinn sem aldrei hvíl. Amen. Siggi minn, þakka þér fyrir. Ég kynnti Sigga sem Sigga kapteini. Þá sá hann hjálpræðisherinn á Akureyri og ég bjó þá á Akureyri og við erum bara ágætisvinir og konan hans frá Færeyjum, þannig að þetta svona norrænt samstarf sem hefur verið í gangi og hefur bara gengið býsna vel. En það sem við eigum sameiginlegt það að við trúum því að þetta orð sé Guðs orð. Ritningarnar, það séu sannar og réttar. Og við höfum verið að boða það saman og sameiginlega, hvort sem að við höfum verið á Akureyri annar staðar. Við fórum á stundum niður á torg á Akureyri og héldum þar úti samkomur og það var bara reglulega sungið Drottinn, að því tilgangurinn sá að gefa mönnum að heyra Guðs orð. Og það þannig með okkur að það ekkert endilega tekið á móti öllu sem að þetta sé bara sjálfsagður hlutur. Það eins og innbyggt í mannin sé ekki mótþrói gagnvart orði Guðs. Og þessi mótþrói birtist í því að þeir sem að taka mark á orði Guðs, þeir verða allt í einu sértrúar. Þeir verða svona öðruvísi og þeir verða ekki alveg samþyktir af öllum. Og við könnumst mjög vel við þetta, en við skiljum það líka að þetta ákveðin andleg barátta sem að við eigum í. En af því að í dag, þessi dagur í dag, hann kallað Biblíudagurinn. Þá skulum við taka þetta orð fram og við skulum aðeins skoða hvað ritningarnar eru. Þetta byrjaði að fara með þig inn í Hebreabréfið og það 5. kapitúli, já, allavega það. Og það kemur svo skemmtilega fram í þessu 5. kapitúli Hebreabréfsins, 11. versið. Þá segir hann þetta höfum við langt mál að segja og torskilið af því að þér hafi gjörst heyrnarsljóir, nákvæmlega eins og við þekkjum kringumstæðurnar okkar. Þó að þér tímans vegna ættu að vera kennarar,
hafið þér þá ekki þess enn á ný þörf að einhver kenni yður undirstöðu atriði Guðs orða. Svo komið fyrir yður að þér hafið þörf á mjólk en ekki fastri fæðu. En hver sem á mjólk nærist barn og skilur ekki boðskap réttlætisins. Fasta fæðan fyrir fullorðna, fyrir þá sem jafnt og þétt hafa tamið sér skilningavitin til að greina gott frá illu. Og þá spurningin í dag, hvort ertu mjólkubarn? Á ég að gefa þetta inn í pela eða þú ert einn af þeim sem hefur vit, hefur lesið, hefur þroskað skilningavitin til þess að sjá og skilja hvað ritningarnar að tala um. Ég sá daginn grein, það var kona sem var að leita að rannsóknum sem gerðar hafa verið á mjólk móðurinnar. Og hvers konar mjólk gefur konan þegar hún búin að fæða af sér afkvæmi. Og hún fann afskaplega lítið af þessum rannsóknum sem studdi hvernig mjólkin sem konan gefur barni sínu. Hún fann fullt af rannsóknum sem voru að rannsaka kynþörf mannsins, risvandamál og ég veit ekki hver ósköpin. Allt sem tengdist kynlífi, það var rannsakað. En þetta einfalda atriði, mjólkin sem móðurinn gefur, það var mjög lítið að finna það. Svo mín bara gerði rannsóknir. Hún lagðist í rannsóknir, fékk mjólkusýni frá konum, hvort þau fæddu stúlku eða dreng og svo var bara rannsakað hvernig mjólkin þegar barnið innan við 1 mánaða, hvernig það milli 1 mánaða og 6 mánaða og svo framvegis. Hún hélt þessu mjög reglulega við. Svo gerðist hjá henni að hún bara fann afskaplega merkilega þætti birtast í móðurmjólkinni. Í fyrsta lagi, móðurmjólkin, hún öðruvísi ef að móðurinn að gefa stúlku mjólk eða dreng. Líkami konunnar skaffar barninu mjólk eftir þörf þess. Og þetta þótti henni afar athyglisvert. Svo fór hún að rannsaka enn meir. Jú, mjólkin breytist eftir því hvernig barnið stækkar og vex. Það kemur frá móðurinni næringarefni sem hentar vaxtastigi og þroskastigi barnsins. Og við segjum bara, já, þetta bara mjólk, mjólk bara mjólk. Nei, mjólk miklu meira. Hún í raun og veru fóðrun móðurinnar til barnsins. Þetta getur enginn karlmaður gefið. Það alveg sama hvort að vera gerður transmaður eða eitthvað svoleiðis, hann getur aldrei gefið barninu móðurmjólk. Móðurinn þess vegna alveg einstakt tækifæri fyrir ritninguna til þess að kenna okkur á hverju við eigum að nærast. Svo vita allir að barnið það náttúrulega getur tekið sjúkdóma. Og þegar móðurinn með barnið á brjósti og barnið veikt, þá nemar í geirvörtu móðurinnar sem taka eftir hvernig munnvatnið hjá barninu. Og munnvatnið að segja við móðurina, heyrðu, nú þessi sjúkdómur að. Þá breytist móðurmjólkin og mann fer að skaffa mótefni. Og móðurmjólkin verður þess vegna bæði næring og mótefni fyrir barnið. Ykkur hugsun á bak við þetta? Þetta tilviljun? Þetta þróun? Svona getum við spurt. Og við sjáum að þessi mynd, hún dregin upp í raun og veru í vísindalegum rannsóknum og þykir afar merkileg. Og þessa mynd gefur Hebreabréfið einmitt til þess að við skiljum hvað það sem Guð að leggja til þín og næra þig af. Þegar þú að ganga Guðs veg, hvaða næringu þarftu á að halda? Eigum við aðeins að fara inn í þá næringu sem mér finnst heppileg fyrir biblíudag, að við skoðum hvað á bak við þetta stórkostlega heilaga orð. Byrjum á því að segja, hver elsta bók biblíunnar? Og við kannski hugsum, já, það hlýtur að vera fyrsta Mósebók. Nei, það Jobsbók. Jobsbók elsta bók biblíunnar. Og ef við förum aðeins að taka fyrir Jobsbók,
þá náttúrulega sjáum við það að Satan kemur mjög fljótt þar inn og það strax komin svona trúarglíma og siðferðileg glíma hjá Job og Guði og djöfullinn hann reynir að eyðileggja trúarlíf Jobs. Ef við förum aðeins inn í Jobs bókina, komið með mér inn í 19. kapitulan, því sem eru með Biblíuna, því sem eru ekki með Biblíuna, því með alveg fara að mæta með hana, en þetta þið getur svo séð þetta í símanum, þetta þar líka. Í 19. kapitulanum, þá Jobs bókin, elsta bók Biblíunar, hún með framtíðarsýn. Hún segir okkur hvað framundan Og Job, maðurinn sem löngu horfinn, og löngu orðin að beinagrind og ég veit ekki hvað varð efnið í honum, það allavega fór inn í náttúruna, hann sagði þetta. Og ég ætla að lesa fyrir ykkur frá 27. versinu. Hann segir í 25. Ég veit að lausnari minn lifir og hann mun síðustu ganga fram á foldu. Og svo segir hann sjálfan sig, og eftir að þessi húð mín sundutætt og allt hold af mér, mun ég líta Guð. Þannig að þegar hann deyr, þá deyr hann í von. Hann deyr sannfærður það að hann muni eiga arf. Hann muni vera framhald. Lífið hjá honum ekki tilgangslaust. Þetta ekki tilviljun. Og sjáu þið hvað hann segir við okkur. Ég mun líta hann mér til góðs. Já, augu mín munu sjá hann og það eigi sem andstæðing. Og sjáu hvað þetta athyglisvert, hvernig elsta bók Biblíunnar kynnir okkur Guð. Hann ekki andstæðingur okkar, hann vinur okkar. Öll ráð drottins, allt lögmálið, allt sem Guð að segja okkur að gera og vera. Þetta einmitt okkur til hollustu, þetta mjólkin sem nærir okkur og hjálpar okkur til þess að hafa mótstöðu efni gegn sjúkdómi syndarinnar, sem við koma inn og eyðileggja okkar eigið líf. Við töpum á því að falla í syndina, við græðum ekkert, það verður kannski einhver smá syndaunaður, en það afskaplega algengt að eftir það, þá bara beiskja og eftirsjá og maður kemur og segir, af hverju gerði ég þetta? Hvað gekk á? Og menn bara ráðu ekki við þetta. Minningarnar af syndalífinu, þær oft þannig að við ráðum ekki við þær. Þær þarna, við trúum því að okkur sé fyrirgefið, en það þarna í huga okkar, jú, þetta til staðar, ég var þáttakandi í þessu. Og Job, hann sá þetta, hvernig Guð leit á málin, hann mun ekki líta hann sem andstæðing, því að hann segir, hjartað brennur og þrá í brjósti mér, þegar þið segir, við skulum ofsækja hann, rót ógæfunar hjá honum sjálfum að finna. Þú veist, þá alltaf verið að saka Job það, þetta bara þér að kenna, þú ert veikur af því að þú gerðir, en sjúkdómar kom ekki bara vegna þess að við gerum, heldur vegna þess að við í kringumstæðum, það sem að syndaríkið og við fallið mannkyn. Það verður okkur til góðs að fá að líta Jesúm Krist. Það verður okkur til blessunar. Og þegar við að lesa þetta merkilega heilaga orð, og það aðeins að fara inn í svona smá sögu, tökum aðeins Biblíuna fyrir. Það vitað að til dæmis fyrstu 5 bækur Móse, 1., 2., 3., 4. og 5., þær ritaðar á tímabilinu 1440 til 1400 fyrir Krist. Og það vitað þá að Móse uppi. Móse deyr 1400. Svoleiðis að það var alveg öruggt mál að Móse sjálfur ritaði Móse bækurnar. Og þá getum við séð að þær eins og grunnurinn að þessu lögmáli sem við höfum. Var eitthvað meira sem kom þarna inn í? Jú, eftir Móse bækurnar, þá kemur Jósúa bókin. Hún eftir 1400. Og það vita að Jósúa bókin, hún svona 100 ára gömul, það tekur 100 ár tímabili sem hún spannar, þannig að við förum frá 1400 til 1300. Og þá ekki nema 200 ár eftir til Davíðs konungs. Í Jósúa bókinni kemur Dómarabókin og Rutarbók, og þá við komin að Samúelsbókunum, þá við komin nálagt sögu Davíðs konungs og við byrjum á Samúel. Samúel opinberar Davíð konung, hvernig konungsættin var til í Ísrael og þá hún endar með Sál konung eða Samúel
honum Salómon konungi segi ég. Og það alveg þetta tíma setja sögurnar vegna þess að í öllum þessum kringumstæðum þá var Guð að kenna Ísraelsmönnum í gegnum atburði sem þeir hefðu þurft að sjá. Og það sem að Davíð þurft að læra hefði Salómon þurft líka að praktísera eða stunda. Og við getum séð alveg að sögurnar þær eru allar gerðar til þess að menn geti litið Guð sér til góðs. Ekki sem andstæðing, heldur sér vin. Og Guð var allan tíman, í gegnum Rut og Samúel og Móse og Jósúa, þá var hann alltaf að koma með ráðleggingar, minna Ísraelsmenn á. Við getum lesið þetta í orði Drottins. Því meir sem þið lesið Biblíuna, því betur sem þið skannið heildina, því betur eru þið fær að dæma rétt andlega baráttu. Og andlega baráttan, hún heldur virkilega áfram í okkar tíma. Það er ekki búið að afgreiða Biblíuna algjörlega vegna þess að þó að menn séu að reyna að ýta Biblíunni út úr skólum, allt í einu þá er Biblían sem er grunnurinn að okkar menningu, hún er orðin hættulegasta bókin. Það verður að segja við unglingana, passu ykkur á fordómunum sem eru í Biblíunni, passu ykkur á að taka ekki mark á þessu eða hinu, en ritningarnar, það er nefnilega að segja okkur satt. Þess vegna er tíðarandinn oft á tíðum í andstöðu við ritningarnar. Við vitum líka, við getum rakið sögu Biblíunar fram til svona 400 fyrir Krist. Við endum á Malaki. Malaki er síðasti spámaðurinn sem að skrifa 400 fyrir Krist. Hvað gerðist eftir það? Hætti Guð að senda spámenn. Þetta er allt saman Gamla testamentið frá í raun og veru 2000 Jobsbók fyrir Krist og til 400 fyrir Krist. Það er Gamla testamentið. Eigum að henda því út vegna þess að það er svo gamalt í þessum bókum frá 2000 til 400 fyrir Krist. Öllu Gamla testamentinu er hrúga af spádómum sem allir eiga tilgang. Vitið þið, það eru 100 spádómar sem rættust frá fæðingu til dauða og upprisu Jesú Krists. 100 spádómar. Eigum að hafa aðgang að þeim? Eigum að þekkja þá? Þið vitið þegar meira að Jesús var á krossinum, þá fór hann að segja, hann talaði 7 sinnum á krossinum og þá játaði hann 7 spádóma. Þetta var bara á 6 klukkutíma bili frá klukkan 9 á morgni til 3 eftir hádegi að Jesús lét 7 spádóma rætast. Þegar hann hrópaði Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Þegar þeir köstuðu hlutum kyrtil hans. Þegar hann var seldur á 30 silfurpeninga. Þegar hann hrópaði það er fullkomnað. Þetta eru allt saman spádóma sem sagði voru fyrir áður en að Jesús Kristur leið og dó fyrir þig og mig. Er gott fyrir okkur að hafa aðgang að þessu? Haldið að Júdas hafi ekki haft gott af því að vita að hann yrði seldur fyrir 30 silfurpeninga og hann sat uppi með lófa sínum 30 silfurpeninga sem voru samkvæmt spádómsorðinu hið bölvaða fé sem hann fékk í sínar hendur. Og hvað kostaði þetta Júdas? Þetta kostaði hann lífið. Þetta var honum ekki til neinnar blessunar. Systkini, hvaða oft er það að við fáum að heyra og vita Guðs orð? Við tökum það inn en við höfnum því. Við látum það ekki rætast hjá okkur. Við förum eitthvað annað með orðið. Eigum aðeins að skoða fleiri þætti. Ég hef gaman að þessu. Við skulum fara inn í Nýja testamentið og Nýja testamentið er svo merkilegt. Elsta bók Nýja testamentisins, það er kannski gott fyrir okkur að vita það er Jakobsbréfið. Jakob var bróðir Jesú Krists. Og næsta bókin við sem er jafngömul, það er Galatabréfið. Þannig að þetta eru fyrstu bækurnar sem eru skrifaðar. Elsta guðspjallið er Markúsa guðspjall. Og það vita til dæmis að Markús, hann fer í ferð með Páli postula og hann er komin í fyrstu trúboðsferð Páls. Hann var gerður út af söfnunum í Antíókíu, Sýrlandi og svo yfirgefur Markús ferðina
og hann bara getur ekki meir og fer heim. Og Páll vill ekki hafa hann aftur með því að hann vill ekki hafa mann sem að yfirgefur hann í miðjum klíðum. En hvað gerði Markús fyrir bragðið? Af því að hann var látið sitja heima, þá skrifaði Markúsar Guðspjallið. Og ef að þið farið að lesa Markúsar Guðspjallið í þessu ljósi, þetta var maðurinn sem var látið sitja heima, hann fekk ekki að fara í fleiri trúboðsferðir, en hann var ekki aðgerðarlaus. Hann skrifaði Markúsar Guðspjallið sem elsta og fyrsta Guðspjallið sem ritað er. Og þetta allt saman til þess að við sjáum að þetta eru menn sem að sáu og voru vitni að því hvað Jesús Kristur gerði. Við höldum aðeins áfram, aðeins að leyfa mér að tína þetta svona upp. Við förum frá árinu 49, þegar Galatabréfið og Jakobsbréfið er skrifað, og á næstu árum, frá árinu 49 til 95, þá allt Nýja testamentið fullritað. Opinberunarbókin síðasta bókin sem skrifuð og þið getur bara rétt ímyndað ykkur, þið sjáu það að þetta tekur postulana 40 ár eða 41 ár að rita allt Nýja testamentið sem að þú hefur gott af því að lesa. Ertu búin að lesa það allt? Opinberunarbókin síðasta bókin sem Jóhannes skrifaði. Og Jóhannes síðasti aðilinn sem skrifar bók í Biblíuna. Og þetta allt saman gert í einu tilgangi til þess að þú megi sjá og vita hver á bakvið þetta stórkostlega orð. Komum nú aðeins inn í Kólossubréfið. Páll postuli ritaði það svolítið snemma. Við erum stödd svona á árunum 55-56 eftir Krist. Og við förum í Kólossubréfið. Komið með mér í fyrsta kapitulan. Ég ætla bara að fara með ykkur í fyrstu 16 vers, eða vers 16. Það aðalega til þess að við mögum sjá hvað það sem Páll að leggja áherslu á. Og þegar við komum í þetta Kólossubréf, þá sjáum við í 16. versið, enda var allt skapað í honum, í himnunum og á jörðunni, hið sýnilega, hið ósýnilega, hásæti, herradómar, tignið og völd. Og hver þessi sem allt skapað fyrir og allt skapað til? Hér Páll postuli að kynna okkur Jesúm Krist. Sjáu þið Guð almáttugan, hvernig hann útvaldi Jesúm Krist. Allt skapað fyrir hann og til hans og allt á tilveru sín í honum. Þú líka. Þú átt tilveru þína í Jesú Kristi. Tilgangurinn með Biblíunni einmitt að sýna okkur að þeir sem voru áður og reyndu Guð, litu til framtíðar með vonar augum, þeir vissu að Guð myndi rétta hlut þeirra. Og svo þegar Guð rétti hlut þeirra, þá senda hann okkur Jesúm á réttum tíma til þess að hann móðurmjólkin og hans orð væri móðurmjólkin sem hjálpaði okkur til þess að nærast, þroskast og dafna eins og Hebreabréfið talar og við fáum að vera aðilar sem Guð notar. Og veistu það, þó þú sittir bara heima og þú hefur ekki eins og endilega hlutverk í söfnuðinum og þú ert ekki með einhver titil og þú ert ekki forstöðumaður eða í stjórn eða neitt þess að það, þá hefur Guð samt mikið not fyrir þig, alveg eins og hann hafði fyrir Markús. Markús satt heima og hann var ekki aðgerðarlaus. Hvað gerum við þegar lítið að vera? Skráum við hjá okkur hvað við höfum gert. Hversu mörg ykkar hafið upplifað að Guð hefur komið inn í líf ykkar og umbreytt kringumstæðum? Eru til staðar? Það ein hendi uppi, eru fleiri. Það 2 hendur, 3, býður ykkur betur, 4. Vitið, hvað það að við höfum reynt krafta Guðs? Erum við að segja frá? Erum við að skráða þetta niður? Vitið þið hvað frábært að gera þegar þið eru heima? Tínið þetta saman. Tel þú saman takkuð stór og mörg. Tel þú, þú sérð á vegi björg. Teldu margoft, teldu stórt og smátt. Trú þín vex, þú sérð hver stóran Guð þú átt. Þetta einn af sálmunum í hörpustrengjunum. Við getum sungið þetta, hvað Guð hefur gert í mínu lífi. Og Páll postuli einmitt að nefna það við Kólossumennina. Sjáu þið hvað Guð gerði með Jesú Kristi. Ef hann að halda áfram.
komið með mér í 21. versið í Kólussarbréfinu 1, þá er hann að tala til okkar því að í honum þóknaðist Guði að láta alla fyllingu sína búa. Og svo kemur 21. versið, og yður sem áður fyrri voru fráhverfir Guði og óvinveittir honum í huga yðar og vondum verkum, yður hefur hann nú sáttagjört við sig með dauða Krists í janneskum líkama. Hann vildi láta þau koma fram fyrir sig heilaga og lítalausa og óaðfinnanlega. Sjáu þið hljóminn, samhljóminn í þessu versi og hjá Job, þegar hann sagði að það verður mér til góðs að líta Guð ekki sem andstæðing, heldur sem vin, og við erum með nákvæmlega sömu hugsun hjá Páli postula í Kólussarbréfinu. Við eigum þess vegna aðgang að mjög góðum Guði. Guði sem er umhugsað okkur og Guði sem leggur til okkar móðurmjólk og rétta fæðu svo við getum nærst og dafnað og þroskast. Og ég held áfram að lesa. Við skulum leyfa okkur að fara aðeins inn í orðið og skoða hvað það er sem við fáum í veganesti. Hvernig við eigum að framganga. Sé sigurvegarar, sjáu 23. versið. Standið aðeins stöður í trúnni, grundvallaðir, fastir fyrir og hvikið ekki frá þeirri von fagnaðarerindisins sem þér hafi heyrt að predika hefur verið yfir öllu sem skapað er undir himninum, og er ég Páll orðinn þjónn þess. Og merkilegt að Páll skuli alveg hiklaust tengja sig við þjón þess fagnaðarerindisins sem á að breyta öllu því sem er í heiminum. Það breyti mér, það breyti þér, það breytir öðru sem er í kring. Það breytir og breytir vegna þess, hann plægir jörðina og hjálpar okkur til þess að vera þá svo sáðjörð sem ber 30-faldan, 60-faldan og 100-faldan ávöxt. Heyri, amen. Við erum nefnilega stödd á þeim stað. Og Guð er að plægja okkur og ég þakka Guði fyrir. Ég man eftir þeirri stundu þegar ég var samkomum sem ungu maður. Ég var inn á við 20. Það voru engar ræður svo harðar að ég þurfti að flýja út. Það voru engar ræður svo harðar að ég greip fyrir eyrun. Ég vildi bara heyra þetta allt saman. Og þetta var til þess að hugsanir mínar, það stýrðust af orði Guðs. Ég gat ekki hugsa mér að vera andstæðingur Guðs. Ég vildi hafa sér vin. Ég vildi vera með Guði og Guð með mér. Þess vegna er orð Drottins gefið og Páll er einmitt að segja þetta við okkur. Og sjáu hvernig er athyglisvert hvernig þetta tengist hann í Jobs bókinni. Að Job sem hafði engin rit að líta í. Hann hafði ekkert Nýja testamenti. Hann var ekkert búinn að lesa neitt eftir Pál postula. Hann var ekki búinn að heyra neitt af spámunum Gamla testamentisins. En hann hafði reynt Guð. Og hann fekk frá Guði almáttugum það sem að okkur finnst eftirsóknarverður fjársjóður. Job misti allt. Hann var fátæklingur, hann var sjúklingur og það var allt tekið frá honum. Það var ekki allt búið. Var þetta ekki bara vonlaust? Átti hann bara ekki að segja, já Guð, það er ekkert hægt að byggja á þér. Þú ert búin að gera mig blankan. Sérðu, veskið mitt er bara tómt. Nei, hann sá lengra en það. Og það er akkurat það sem við þurfum að gera. Guð leyfir ákveðnu reynslustundum að koma til okkar. Það er allt í lagi. Því að þó að reynslustundin er til staðar, þá er Guð líka til staðar. Jesús Kristur er með. Sagði hann ekki, sjá, ég er með yður, hvað marga daga? Til enda, er það ekki? Eigum við ekki aðeins að rifja það upp, Guð er með, þó að erfiðleika steðji að. Guð er með, þó að allt gangi ekki alveg eftir mínu höfði. Því að þitt höfuð hefur ekki verið höfuðið sem hefur stýrt Guði. Guð vill stýra því. Og við þurfum aðeins að átta okkur á hver staða okkar er. Skoðum nú fleiri atriði. Vonin sem við eigum í Biblíunni, hún talar til okkar í Efesusbréfinu, þegar hann segir í 2. kapitúla, vers 1-10, Efesusbréfið er náttúrulega eitt af dásamlegu bréfunum, og það er svolítið merkilegt líka til þess að vita. Páll postuli ritar Efesusbréfið til safnaðins í Efesus. Guð ritaði líka Efesus söfnuðunum bréf. Þið getið séð það í Opinberunarbókinni. Þetta er eini söfnuðurinn í Biblíunni
Efesus sem fær bréf frá Páli postula og frá Jesú Kristi. Og Efesus, það þýðir sá sem er hækkaður upp. Og það var verið að hefja hann upp til dýrðarinnar, hann var að nálgast Guð og hann var eins og tekinn út úr kringumstæðunum, þannig að menn sáu augljóslega hver þessi söfnuði var. Erum við ekki borg sem stendur á fjalli og fær ekki dulist? Efesus þýðir það. Og hann var borgin sem stóð upp á fjalli hjá heiðingunum, fekk ekki dulist og Páll, hann var að kenna þeim og Jesús var líka að leiðrétta þá. Skoðum hvað þeir sögðu. Við skulum fara í 2. kapitula og það er vers 1-10. Þér voruð eitt sinn dauðir vegna afbrota yðar og synda, sem þér lifið í samkvæmt aldarhætti þessa heims. Sjáu nú hvað veldur því hvernig fólk hagar sér. Við öpum hegðun okkar eftir því hvað er í kringum okkur. Og það er sagt gjarnan, segðu mig hverju þú umgengst og þá veit ég hver þú ert. Hafi ekki heyrt fréttina núna um Epstein og alla þjóðhöfðingjana og drottningarnar og peningakallana. Af hverju eru þeir allir í samhengi og tengslu við Epstein? Segðu mig hverju þú umgengst, þá veit ég hver þú ert. Og við erum að sjá að ráðherrar í Bretlandi, þeir eru ungum sínum, þeir eru látnir fara. Kóngahúsið í Noregi, það nötrar og skelfur vegna þessara tenginga. Bandaríkjaforseti, hann er í vondumálum vegna þessara tenginga. Það er ekki alveg sama við hverja við tengjumst. Það var vegna þess að við áttum að losna frá aldarhætti þessa heims. Sjáu þið mikilvægi þess að við tökum orð Guðs til okkar. Svo höldum við áfram að lesa. Að vilja valdhafans í loftinu, anda þessi nú starfaði þeim sem ekki trúa. Við lifðum fyrir allir eins og þeir í mannlegum gindum vorum. Þá lutum við vilja holdsins, hugsana vorra og vorum að eðli til. Sjáu þið. Og vorum að eðli til reiðinnar börn alveg eins og hinir. Og það er heimurinn. Hann er bara í eðli sínu, barn reiðinnar af því hann er óhlýðinn skaparanum. Og það er svo merkilegt líka. Þegar Guð skapaði himinn og jörð, þá kom hann ekki með gröfu, hann kom ekki með kjarnorkusprengju og sprengdi þetta allt saman. Hann var ekki að moka og nota einhverja skóflur, hann notaði orðið. Hann talaði með orði sínu og það var orðið sem hafði áhrif á efnið og orkan, hún breyttist í efni og jörð og sól og hvað eina sem þið sjáið. Þetta er það sem að efnið varð að gera, það varð að hlýða Guðs orði. Og nú höfum við aðgang að Guðs orði. Og Guðs orði er að finna í þessari stórkostlegu bók, tökum við það inn. Erum við að láta það setjast í hug okkar og hjarta? Erum við að láta það fara út í hendur og fætur? Erum við að láta Guðs orð móta okkur til hans dýrðar? Eða erum við bara að setja hendur í kross og segja, nú ætlum ég að vera með bara eins og Markus, bara að sitja heima og skrifa eða helst ekki gera neitt, bara horfa á sjónvarpið. Nei, verum aktív, verum starfsöm. Og ég held aðeins áfram að lesa. Ég ætla að fara alveg með ykkur í 10. versið. Þegar það segir, og Guð er auðugur af miskunn. Af mikilli elsku sinni sem hann gaf oss, hefur hann endurlífgað oss með Kristi. Þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vorra. Og sjáu þið, að frelsast þýðir það að andi þinn endurlífgaðist. Þú varst allt í einu þess áskynja að Guð væri til. Hvað heldur að gerist þegar líkaminn þinn er komin ofan í gröfina og hann rotnar og þú ert að verða mold? Áttu framtíð? Áttu von? Kristur, hann var líka settur í gröfina. Hann átti líka að verða bara mold. En kraftur Guðs kom yfir. Kraftur Guðs kveikti í hann líf og kraftur Guðs lét hann kom út. Það er dagurinn sem við eigum framöndan að þeir sem hafa dáið í trú og hvíla í moldi jarðarinnar, þeir munu á settum degi. Þeir munu heyra rödd Guðs eða lúður Guðs og þeir munu upprísa. Við eigum þessa sæluríku von, ekki láta ræna hana frá þér. Ekki missa hana vegna þess að þú hugsar ekki málinn alveg rétt. Og unga fólk, framtíðin er virkilega björt
þegar við tökum mark á heilugu orði Guðs. Og við höldum áfram að lesa frá Páli. Af náð eru þér hólpnir orðnir. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesú og búið á staði himinhæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldum sína en yfirgnæfandi ríkdóm náðar sinnar með gæsku sinni við oss í Kristi Jesú. Því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Við erum smíð Guðs, skapaðir í Kristi Jesú, til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau. Það er okkar hlutverk, að við stundum það sem við vitum að er verk Guðs og hugsaður að Guð hefur gefið þér. Sömu náð og Jesús Kristur var með, þegar Jesús talaði við sjúkdómana, þá hurfu þeir. Þegar Jesús sá þeir rufu þakið og lamaði maðurinn, honum var slakað niður, hann hafði bara þetta litla hvílubeð, þá sagði Jesús, barnið mitt, syndir þínar eru þið fyrirgefnar, búðu nú um þig, taktu nú rúmi og hypjaðu í burtu. Og maðurinn stóð upp og gekk og allir urðu undrandi. Með orði Guðs var hann læknaður. Og hvað gerðist þegar Jesús Kristur var í súlnagöngum Salómons? Súlnagöngin er enn til. Ég fara þetta til Jerúsalem og þau eru allavega ekki á 7-10 metra dýpi undir yfirborði jarðar. Það er búið að grafa mjög djúpa holu. Við sjáum lindina og við sjáum súlurnar sem þarna voru. Jesús kom þarna að og þarna var einn sem var búinn að liggja í yfir 30 ár. Og Jesús segir við hann, hvað? Á hverju er þetta hér? Á hverju er ekki nær bakkanum? Af því þeir trúðu gyðingarnir um leið og vatni hrærðist. Það var sá fyrsti sem fór ofan í, hann myndi læknast, en hvað með hina? Þeir læknast ekki. Og þessi var alltaf of seinn. Yfir 30 ár var hann of seinn. Og það er oft á tíðum, þetta er staðan hjá söfnuðunum. Við erum eins og of sein í að grípa hvað Guð hefur sagt. Vertu bara snöggur að tileinka þér orð Guðs. Og Jesús sá að kallinn var nú þreyttur á að liggja og segir við hann, heyrðu, bara farðu, taktu sang þinn og gakk. En þá vandaðist málið. Þetta var á laugardegi. Og gyðingarnir eru bara vitlausir vegna þess að kallinn, hann var að bera sang sinni eða rúm sitt á laugardegi. Það mátti ekki samkvæmt gyðingdómi. Hver fékk vandræðin? Hann. Jesús læddist í burtu og lét ekki á sig bæra og það voru eintóma deilur og þráttan og þras. Hver lifði, hver sagði, hver gerði, af hverju getur þið gengið núna en þú gast ekki gengið áðan. Og menn voru ekkert endilega að leggja áherslu á það að maðurinn hafði læknast. Nei, hann rauf laugadagshelgina. Hann rauf helgi dagsins. Sjáu hvað við erum oft vitlaus. Við tökum aukaatriðin og gerum þau gríðarlega mikilvæg. Átti ekki Jesús Kristur allan heiðurinn og dýrðina? Það er það sem Páll er að kenna Efesusmönnum. Það er það sem Jesús Kristur var að kenna. Hann sem er hvíldardagurinn, hann sem er hinn blessaði, hann sem vill hafa áhrif á þig og mig. Og nú erum við bara búin að taka helminginn af Biblíunni til þess að við séum ekki of lengi að predika. Nú er klukkan 10:12 og það er pláss fyrir kaffið. Þá skulum við bara hafa eitt vers í viðbót. Bara taka það sem skiptir máli fyrir okkur. Auðvitað er margt annað sem skiptir máli. Ég ætla að fara með ykkur í 1. Kórinthubréf 15:15 eða 15:51. 1. Kórinthubréf bara endislegt bréf frá Páli apóstola og við vitum að það er skrifað svona í kringum 60. Það er líklega ekki mikið seinna því að Páll apóstoli, það er álitið að hann hafi verið líflátinn á bilinu 64-67, svoleiðis að hann var búinn að skrifa Kórinthubréfin áður en hann dó. Svo við vitum nokkurn veginn hvenær þetta var allt saman skrifað. En hvað var Páll að skrifa? Hvað var hann að segja? Ég ætla að fá að fara með ykkur inn í 15. kapitula 1. Kórinthubréfs. Og þá er hann að tala við okkur mikilvægu þættina í Guðs ríkinu. Hvað er það sem við eigum að læra? Þið getið náttúrulega lesið allt bréfið, gefið ykkur tíma til þess að skoða það náið, en þá skulum við fara í 51. versið
Og það hljómar svona: Sjá, ég segi yður leyndardóm. Vér munum ekki allir sofna, en allir munum vér umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Það er svolítið flott. Því sem eru komin svona að áttræðu og þaðan yfir, að umbreytast í einni svipan, þá verðum við allt í einu bara ung að nýju. Og í hvaða tilefni? Jú, að vegna þess að síðasti lúður drottins, sem fer að hljóma yfir þessa jörð, hann mun reisa menn upp frá dauðum, hann mun hrífa okkur upp til funda við sig í loftinu og við fáum að vera með Kristi á þeim tíma sem er annars kallað tími antikrists. Við eigum ekki að gangi gegnum þrengingar. Við eigum ekki að þurfa að taka á okkur merki dýrsins. Við eigum ekki að þurfa að fara gegnum þrengingar og þrautir sem drottinn Jesús Kristur er þegar búinn að fara í gegnum fyrir okkur. Því að þrengingarnar og þrautir hans, þegar hann fór í Getsemane garðinn og hann var barinn og sleginn, ég ætla ekki að fara meira út í hvernig var farið með hann, þá sjáum við hvaða þrengingar honum voru boðnar. Hann gerði þetta allt saman þín og mín vegna og þess vegna þurfum við ekki sjálf að fara í gegnum þrengingarnar sem kemur yfir heiminn þegar Antikristu fer að ríkja. Og sískinni, það er rosalega stutt í þetta. Það er rosalega stutt í þetta. Þess vegna er svo mikilvægt fyrir okkur að við hvílum trú okkar í orði Guðs. Við vitum hvað við eigum. Og þegar Páll er að tala við okkur einmitt þessi atriði, þá er hann að setja þetta inn svo þú megi stimpla þinn í huga þinn og hjarta þitt og þetta megi vera stýrandi afl í næstu daga og næstu ár, þangað til þetta allt saman birtist. Jesús er að koma. Megi Jesús Kristus sannarlega hafa hérna söfnuð í Keflavík sem að getur sagt við hann: kom þú, drottinn Jesús. Það verður okkur bara til góðs þegar hann kemur. Við þurfum ekki að vera að óttast það að við verum ekki alveg tilbúin og þess aftar. Sjáu þið til. Ef við stöndum stöðug í honum, eins og Kólussarbréfið talaði ef við bara stöðug í orðinu, lesiði orðið, tileinkið ykkur orðið, veriði með í bæninni, stundiði söfnuðinn, þá standiði stöðug í honum og þá mun Guð gera sig dýrlegan í þér og í mér. Má ekki Ísland alveg sjá það? Má ekki Ísland vita það að það eru til Guðs þjónar í þessu landi? Það er til fólk sem að safna saman drottins vegna til þess að gera hann dýrlegan. Ég skal ekki tala mikið hærri þetta. Þetta er bara eitt af því sem að svona hvetur okkur til þess að gera Jesum dýrlegan. Og sjáu hvað þetta er athyglisvert. Frá sögunni Adam og Eva til dauða Jesú Krists er Gamla testamentið alltaf að benda okkur á að Jesús er að koma. Hvað er mörg sem hafa lesið ættartölur Mattheusar og Lúkasar Jesú Krist? Er ekki yfirleitt þeir kaflar sem við sleppum. Við nennum ekki að vera að lesa Adam, Gad og svo framvegis. Lesa ættartölur. Vitið af hverju þær eru? Þetta er sönnun þess að spádóminn er rættust. Hann átti að vera kyni Davíðs og ættartalan er sönnun þess að Jesús af kyni Davíðs kom inn í þennan heim. Ef að við lesum ættartölurnar, hver veit nema þitt nafn fara að birtast í ættartölunni vegna þess að þú átt hlutdeild í arfinum, það sem að Jesús hefur gefið. Þú og Jesús eigi þess að vera eitt. Ég vil vera með í því, en þú. Við skulum standa upp, þetta fá að leiða ykkur í bæn og við getum sagt saman: Jesús Kristur, þú ert sonur hins lifanda Guðs. Þú ert frelsari minn. Ég má gefa þig dýrlegan og veggsamlegan í Jesú nafni. Amen. Og drottinn, leyfðu lækningu þinni, hollustu og heilbrigði renna inn í okkur með móðurmjólkinni sem við fáum á orði þínu. Leyfðu okkur að lifa hraustu trúarlífi.
vera heilbrigð drottinn minn til anda, sálar og líkama, vera með sömu skoðun, með sama hjartalag og við verðum í einingu andans og bandi friðarins til þess að gera þig dýrlegan í Jesú nafni. Amen. Heyri að mig við þessu. Það er gott að hafa söfnum sem mér sammála. En þetta er bara hluti af því sem við eigum og Drottinn vill sannarlega gera okkur dýrleg. Eigum við eitt lag að lokum, Siggi minn? Við getum staðið alveg með honum.